Föstudagsþátturinn heldur áfram og næst ætlum við að tala sumarið hérna á N4 því það eru aldeilis spennandi hlutir á döfinni. Sjá Suðurland og ljóðamál á almannafæri meðal annars til þess að segja okkur frá þessum þáttum eru þau komin hinga Kári Liljendal Hólmgeirsson og Ásthildur Ómarsdóttir. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir það. Leggst sumarið ekki bara vel í ykkur? Heldur betur. Jú, þetta bara búið að vera bjart sól og loft í undanfarið þó það sé kannski ekki endilega í dag en... Já, það aldeilis bjart yfir líka bara hérna hjá okkur á N4, ég finna. Þetta er mjög spennandi hlutir í farvatninu. Ef við byrjum bara á þér, Ásthildur, að þið eru með hérna Sjá Suðurland. Margir sem muna eftir Vá Vestfirðir í fyrra. Og hvernig var að taka þetta upp og ferðast Suðurlandi? Þetta var náttúrulega ótrúlegt. Ég var einmitt að horfa á grófklippið fyrir fyrsta þáttinn sem kemur út á sunnudaginn. Já. Og ég bara á ekki til orð. Þetta var í einu orði mjög skemmtilegt en bara ég hef svo mörg orð yfir hvað þetta var fyndið og það var svo mikið ævintýri og ég held bara að ég hafi sjaldan átt jafn góða viku bara af ævintýrum og einhverju skemmtilegu sko. Þannig að það er bara ótrúlega gaman að geta sýnt þetta sko. Já, já. Og þetta geta gefið fólki einhverja svona hugmyndir hvað það eigi að gera á Suðurlandinu. Já, heldur betur. Þetta er svona gert sem svona hugmyndaþáttur pínu fyrir sumarið og fólk að spá því hvað á að gera í sumar og svona í bland við allskyns svona spennu og ævintýri sem við erum að lenda í. Sem dæmi í fyrsta þætti bara hann endaði allt öðruvísi heldur en ég held að þessi dagur myndi enda við munum alveg muna það að eilífu. Nú já, það er bara svoleiðis. Það er alveg víst. Þú gefur ekkert neitt meira, fólk verður bara að horfa á fyrsta þáttinn á sunnudagskvöldi. Eiginlega, sko. Já, þetta er ótrúlega spennandi. Ef við ekki að sjá bara smá klippu úr þáttunum? Endilega. Hæ, ég heiti Ásthildur. Vantar þið sjúkar hugmyndir fyrir sumarið? Ég og María vinkona mín erum búin að fara Suðurland og finna fyrir því 30 sturlaðar hugmyndir til að gera í sumar sem þetta er ekki að missa af. Sem dæmi þá fórum við í Siplan á Hvolfi, hoppum fram að 340 metra háu fjalli, fundum óvart skriðjökul og lentum í endalausum ævintýrum. Ekki missa þessu frábæra tækifæri á að komast að því hvað hægt er að gera í sumar á Suðurlandi. Komdu með okkur í ferðalag á N4 á sunnudögum klukkan 8. Sjáumst! Stundum hugsa ég, hvað fer bjánaskapurinn langt? Geggja, þetta er ótrúlega spennandi. Ég hlakka mikið til að fylgjast með þessum ævintýrum ykkar Suðurlandi. En sko Kári, ljóðamál og almannafæri, það er svolítið af öðrum toga heldur en þetta. En það er samt ferðalag líka. Já, heldur betur. Það er svona meira kannski ferðalag ólíkan menningarheim, svo má segja. Þó að þetta er náttúrulega fyrst og fremst ljóðahátíð á almannafæri, eins og nafnið gefur til kynna, þó það sé gert á netinu í þetta sinn. Já. En Ásgeir sem að sér fyrir sig búin að safna saman ljóðskaldum í rauninni alls þar að það er ekki bara Íslendingar sem koma fram í þættinum heldur líka til dæmis eitt Svíi og Tékki sem þá bara með þýddljóð og svo Íslendingar sem eru búsettir erlendis þannig að þetta er svona samsteypa af voðalega ólíkum listamönnum sem allir komnir hérna undir sama hatt ef svo má segja, flytja sín verk sem náttúrulega eru eins ólík og gengur og gerist. Já, já. Og svo í samstarfi náttúrulega við kvikmyndagerðar fólk eins og þig sem eru búin að matreiða þetta og setja í einhvern spennandi búning. Já, mikið rétt. Það er á lagst svolítið áhersla á að því þetta er í rauninni sjónvarpsþáttur. Að ljóðin myndi fylgja þeim kvikmyndagerð í formi myndbanda sem að hjálpa svolítið til fyrir ljóðina því að ef maður hugsa út í eins og tónlistarmyndbönd er orðið mjög algengt í okkar samfélagi. En ljóð hafa alltaf bara staðið einu og sér. En ljóð sem flutningur er ekkert ólíkur tónlistarflutning þannig séð. Þannig að myndbönd finnst mér passa ógeðslega vel við ljóðaupplæstur. Alltaf ef þau eru gerðir rétt og vel, sem að ég einhverlega vona að þau séu.
Já, algjörlega og þarna, og eins og segir, það er svo fjölbreytt og formið svo mismunandi að það hérna bara einstaklega spennandi að sjá hvernig þetta kemur út, því þetta átti náttúrulega upprunalega að vera ljóða hátíð í raunheimum en svo bara þróaðist yfir í þetta form og eigum við ekki bara að fá að sjá klippu úr þessu líka sem í vændum. Endilega. Næsta ljóðamyndband sannkölluð akureysk fjölskylduframleiðsla. Það sem hann Gunnlaugur Starri, bróðir Eyþórs, sem á bak við kameruna. Þannig að bara núna, Gylfason bræður, gjörðu þið svo vel. Og hljóðið frá Iðrunin sem býr innra með okkur og endalausa leitin að hamingjunni sem búið að hengja upp í búðarglugga internetsins. Á Instagram síðu markþjálfa og pakka inn í umbúðir neyslunar. Við erum varnarlaus, skríðum sem ormar í menguðum jarðvegi, saltið sem smýgur inn milli fellinganna og eitrar huga, hundur hleypur yfir götu og hljóðið frá bílflautinu stimplar á tímalínuna. Ótrúlega spennandi og þetta fer í loftið fyrsti þáttur af ljóðamál og almannafæri 15. júní, ekki satt? Jú. Magna, það eru aldeilis spennandi tíma framöndan, svo í ofanálega þá fóru okkar fólk Rakel Hinriks og Skúli Bragi og Tjörfi og Sindri í ferð austur á land og voru að taka upp uppskrift af góðum degi á Austurlandi. Og það fer í loftið 23. júní ef mér skjátlast ekki og ég held að leið og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þess að við fáum að sjá smá innslag frá Austurlandi. Ekki missa af öllum þessum spennandi þáttum sem eru framöndan. Það er aðeins að bara vera svolítið róleg, prófa bara að anda eins. Kastaði öxinni. Ég fann heim. Ég fann heim. Það er alltaf að geggjaði staðinn þessi hólm. Takk fyrir það, koma, klárum við það.